Sko, fyrst og fremst ávinningurinn bara fjörið, gaman að vera að leika sér saman og hitta menn sem ég þekkti þá ekki þegar við byrjuðum, en nú er þetta bestu vinir mínir, sko. Síðan það náttúrulega líka minn. Við erum einn líkama, eina heilsu, eitt líf. Hvernig förum við með það? Þannig að það sem við erum að gera núna, við erum með hóp sem er 50+. Markmiðið að spila fótbolta til 100 ára. Þetta ávinningurinn, finnst mér aðalega. Það félagskapurinn, það hópurinn, skemmtileg hreyfing, betri líðan, bæði líkamleg og andleg fyrir og eftir leikinn. Ég er bara hjartanlega sammála, kynst bara góðum mönnum hérna og þetta er virkilega góð hreyfing, ekkert allt of hröð en púlsinn upp og þannig að þetta er bara geðveik, bara heilsubót að stunda þetta hérna og mæli með því bara fyrir alla. Bara mjög gaman, mjög áhugavert, þetta er bara mjög gaman og skemmtilegt. Gaman líka að vera í báðu fannst mér sko, byrja að hlaupið aðeins og síðan fórst ég að ganga og svona bara. Svona ertu líka bara að snerta boltan oft og ertu ekki alltaf að elda hann heldur, þú ert bara með boltan og svona, svo gera hlutirnir hægt og rólega sem að henda kannski mér ágætlega. Bara að pröfa, ég held að sé allar íþróttir á við allt, að maður á bara að pröfa og finna sína leið í þeirri hreyfingu sem maður stunda og þetta er bara ein leið fyrir menn til að pröfa þetta og svo ef ekki að þú hefur eitthvað verið í fótbolta þá á þér eftir að finnast þetta mjög gaman. Ég er búin að spila fótbolta, ég veit ekki, 30 ára eitthvað og allt bara til þess að vinna og alltaf alvarleiki í því en hér snerist þetta bara að hafa gaman og þetta breytti svona sýn minni á fótbolta en þetta gefur mér allavega von það að ég get spilað eins lengi og ég vil og líkaminn leyfir og ég held að þótt að líkaminn leyfir ekki, svona göngufótbolti getur henta hverjum sem og mér finnst ógeðslega gaman og ég er ógeðslega þakklát fyrir að hafa fengið að vera partur af þessu og þetta er klárlega eitthvað sem ég mun prófa í framtíðinni og gera í framtíðinni. Það er bara, og eins og ég segi, þegar maður hættir í fótbolta þá missir maður að tilheyra kannski einhver lið og þetta er bara ein leið til þess að líka halda áfram að tilheyra einhverjum hóp.